sæl og velkomin í Eitt og annað. Að þessu sinni ætlum við að vera í Hörgársveit og fylgja eftir uppbyggingasögu sveitafélags. Þar fjölgar íbúum mikið og þá þarf að grípa til aðgerða og þær byrja yfirleitt á Skóflustungu. Íbúum Hörgársveitar hefur fjölgað hratt. Á síðasta ári fjölgað 44 íbúa sem nærri 8% sem með því mesta á landinu. Nú eru hafnar framkvæmdir við gerð nýrrar götu í þéttbýlinu við Lónsbakkann rétt utan Akureyrar og það var sjálfur oddvitinn Axel Grettisson sem tók fyrstu skóflustunguna og allar lóðirnar í fyrsta áfanga eru seldar. Já, eins og skipulagið núna hjá okkur þá þetta 90 íbúðir. Þannig að þetta erum við ekki að tala kannski 300 manns cirka, geti verið. En þessi gata sem eru þá að fara að setja upp núna, hvenær hefjast á byggingaframkvæmdir? Já, verktakinn á að skila þeim í síðasta lagi 31. maí, tilbúin í göttunni hérna, þannig að ég gerir ráð fyrir að vera byrjað á grunnunum fyrr og hér verið bara allir að byggja í sumar á þessum lóðum sem búið útluta. Hversu margar íbúðir rísa þá hérna núna í sumar? Ég gerir ráð fyrir að vera byrjað á 30-35 íbúðum hér í sumar og haust. Þannig það er mikil eftirspurn. Já, það er gríðarlega eftirspurn og allar lóðurnar okkar í fyrsta áfanga fóru bara strax. Vitið þið hvers vegna? Ég held bara að fólk vilja almennt bara koma inn í sveitina til okkar. Góður skóli, góður leikskóli. Svo eru bara svo skemmtileg. En þegar þið voruð að láta deiliskipuleggja þetta og fara í alla þá vinnu, bjuggustu við þessum góðu viðtökum? Nei, í rauninni ekki. Þess vegna ætlum við að fara hægt í þetta og skiptum þessu í 3 áfanga. Og byrjum á þessum fyrsta og við ætlum svo sem að láta hann jafnvel duga bara í einhver ár. En alla lóðurnar fóru og við erum í lengdum þann áfanga örlítið til að fá eina raðhúsalóð í viðbót. En núna hins vegar erum við stöndum uppi fyrir því að menn vilja byggja einbýlishús hérna. Við höfðum ekki gert ráð fyrir því þannig að við erum að skoða með restina af skipulaginu hvort við eigum hreinlega að breyta því og setja nokkrar einbýlishúslóðir. Þannig að þið sjáu þá fram á að íbúum sveitafélagsins fjölgi umtalsvert á næstu árum. Já, við erum rúmlega 600 í dag og með þessu hverfi hérna munum við fara töluvert yfir 1000. Þannig að við erum bara bjartsýn á framhaldið. En hvað með enn frekari stækkun, hvar næst? Já, ég veit það svo sem ekki. Við erum náttúrulega bara í aðri Akureyrar hérna núna. En ég meina við höfum líka land hérna hinum megin við hverfið. Menn hafa verið að skoða það, hvort að það geti orðið framtíðar músík þar. En við skulum byrja á að klára þetta. Já, íbúum Hörgársveitar kemur til með að fjölga verulega á næstu árum. Þetta þýðir meðal annars að stækka þarf leikskólan Álfastein sem heilsuleikskóli á Lónsbakka rétt norðan sveitarfélaga markanna. Börnin á leikskólanum voru í aðal hlutverki þegar fyrsta skóflustungan var tekin eða réttara sagt skóflustungurnar. Því að það er það sem aukning á börnum hjá okkur núna bara á þessu ári. Það eru 35 börn í skólanum í dag. Og þau verða 44 í haust, þannig að við þurfum bara að hafa hraðar hendur og stækka til að eiga húsnæði fyrir aukninguna. Þannig að þetta er svona lúxusvandamál innan gæsalappa? Já, þetta er það og þetta er eiginlega, ég hef sagt að þetta er svolítið svona náttúruleg fjölgun í sveitinni. Að fæddust óvenju mörg börn á árinu. Og sveitarstjórinn segir að stækka þurfi leikskólan aftur fljótlega vegna fjölgunar barna í sveitafélaginu. Við möttum að þetta sjá aðeins hvernig svona íbúa samsetningin verður í þessi nýja hverfi. En við væntum þess og vonum að hér komi inn barnafjölskyldur og þá þurfum við að stækka leikskólan. Er alltaf af og til verið að hringja á bæjarkontorinn og spyrja leikskólapláss og grunnskólan og allt þetta? Já, við höfum fundið fyrir því, sérstaklega eftir að þessi umræða fór nú á stað hérna þegar við ákváðum að fara í þessa framkvæmd hér, að þá hefur orðið töluvert eftirspurn og fólk er svona að velta þessum hlutum fyrir sér. Nú við stöndum vel, við eigum fínan skóla með það sem við getum tekið við fleiri nemendum og eins og ég segi við erum að stækka leikskólan, þannig að við erum bara tilbúin í þetta. Hvað eru börnin gömul þegar þið getið tekið inn? Við tökum inn 12 mánaða börn. Svo við höfum ekki svo sem verið í umræðum að breyta því en það eru 12 mánaða hjá okkur. Þau komast inn þegar þau eru ársgömul. Og það er yngri heldur en víða annar staðar? Já, það er yngri heldur en víða en sumir hafa reyndað að fara inn í 9 mánuði en við erum með 12. Ertu bjartsýnn fyrir hönd sveitafélagsins? Sérðu það stækka umtalsvert á komandi árum? Já, ég sé það. Það verður töluverð íbúafjölgun hér í Hörgársveit. Núna bara allan næstu árum, það er alveg ljóst. Já, veturinn er kominn og þá er ekki vegi að skella sér inn á kaffihús og fá sér heitt súkkulaði. Við fylgdumst með því í fyrsta innslaginu þegar krakkarnir tóku skóflustungu af nýjum leikskóla. Núna næst ætlum við að fylgjast með því hvernig tókst til þegar leikskólinn var vígður við hátíðlega athöfn.
En 2013 stóð til að mögulega loka leikskólanum en núna hann fullur af börnum. Það var sannarlega líf og fjör á heilsuleikskólanum Álfasteini í Hörgársveit í síðustu viku þegar formleg vígsla á nýju húsnæði og endurbótum á því gamla fór fram við hátíðlega athöfn. Til að byrja með bara til hamingju með þessa nýju stækkun hérna á leikskólanum. Ertu til að segja mér aðeins hvað fjölgar þetta mörgum börnum, plássum fyrir mörg börn hérna á leikskólanum? Já, takk fyrir það. Þetta fjölgar sem sagt, við vorum með 34 í vetur og förum sem sagt upp í 44 börn. Það hefur verið að aukast hérna barnafjöldin síðustu ár. Þetta þá hlutfallslega mjög mikil fjölgun fyrir sveitarfélagið á leikskólaplássum. Já, í rauninni það. Þetta alveg 25% aukning, sko. Og skemmtilegt að við höfum rauninni hingað til rekið þetta bara sem eina deild, en erum komið semst þá með 2 deildir fyrir sem sagt 22 börn hverju megin og tökum alveg niður í 1 árs, 1 og 2 ára verða öðru megin og svo 3 til 6 ára hinu megin. Og hérna í dag var formlega verið að opna þetta, klippa og borða og það var mikil hátíð í gangi. Já, í dag var sem sagt svona opnunarhátíð og vígsla nýja hlutans og við fengum leikhópinn Lottu til að koma og sýna og svo var boðið upp á grillaðar pylsur og köku og gera okkur svona hátt undir höfði og svona skemmtilegum degi. Þannig að það verður mikið spenna bæði í starfsfólki og já, krökkunum sérstaklega í dag fyrir þessum degi. Já, þetta mjög gaman. Þess að ég segi við erum með sól í sinni, þá var sólin sé ekki mikil í dag en þá erum við með sól í hjarta þar sem við erum afar glaðar með nýja aðstöðu, bæði börn og starfsfólk. Stækkunin hún miðar ekki bara því að fjölga plássum fyrir börn, það eru meiri markmið og stærri hér. Já, sveitarfélagið hefur alltaf gert mjög vel við starfsfólkið sitt og viljað sem sagt hafa góða aðstöðu og það bara verið að bæta hana enn frekar. Mjög stór og góð fundar- og kaffiaðstaða og undirbúningsaðstaða. Það er mikilvægt að starfsmenn hafi góða hvíldaraðstöðu því að þetta gjarnan erilsamt starf og gott að geta komist svolítið frá og haft góða aðstöðu til að hvíla sig og eins að taka samtöl og slíkt við foreldra. Og það eru enn frekar fleiri þættir sem þarf að huga að í svona stækkun. Hvernig miðar þessi stækkun að ykkar starfi og ykkar stefnu? Jú, hér erum við að stöndum fyrir að vera heilsuleikskóli og því mjög gott að fá svona auki rými til þess að hafa meiri möguleika á hreyfingu og listsköpun og erum búin að gera mjög vel í tengslu við það. Og staðsetningin hérna líka, hún nálægt náttúrunni, þetta við sveitina, þið vinnir svolítið með þetta? Já, við erum einmitt grænfánaleikskóli, erum einmitt að fara að fá afhentan grænfánan í 7. skipti hérna á næstu vikum og höfum verið unnið dálítið öttulega að slíku starfi og þetta náttúrulega einstök staðsetning hvað það varðar að maður alveg hérna úti í náttúrunni, þetta skemmtilega græna svæði, skógur og lækur og falleg aðstæða að öllu leyti. Og við erum duglega að rækta og höfum verið að gera marga skemmtilega þætti eins og í umhverfisvernd. Við höfum semst verið að huga að matarsóun í vetur og reynt að passa betur upp á það. En allur okkar afgangur af mat, hann fer í hænurnar í sveitarfélaginu. Þannig að það fer ekki til spillis. En hvernig skyldi ganga að fylla þessi nýju pláss sem leikskólinn Álfasteinn hefur nú til umráða? Stækkunin hugsuð fram í tíman eða hafa íbúar sveitarfélagsins hugað því að gera sitt til að manna stöðunar? Já, það fullt í vetur. Þannig að það stendur fyrir dyrum að fara að huga að meiri stækkun, sko. Þetta svolítið stórt svæði sem að leikskólinn nær til. Það ekki bara hverfið í kring. Nei, þetta í rauninni upp á miðja Öxnadalsheiði og alveg næri til Dalvíkur. Mörkum Dalvíkur og Hörgársveitar og Dalvíkur. En það ekki alltaf verið svona mörg börn í leikskólanum og við þurfum ekki að líta langt tilbaka þegar það eru mikið færri börn. Já, það ekki langt síðan að það var verið að hugsa hreinlega að loka leikskólanum af því fækkunin var orðin mikil og þetta var bara komið niður í 16-17 börn hérna. En það var eitthvað cirka árið 2013 ef ég man rétt. En síðan þá hefur þetta bara farið hratt upp á við. Bæst við á hverju ári nokkur börn og komið upp í 44 sem verða í vetur. Þetta ekki nema einhver 5 ár sem við þurfum að líta aftur í tíman, þannig að það segir manni að það mikill hugur í mönnum hérna á þessu svæði og mikil uppbygging. Já, það mjög mikil og við erum mikil fólksfjölgun hérna í sveitarfélaginu og bara skemmtilegt hvað sveitarfélagið framsýnt.
sérstæðan hérna við þennan leikskóla líka eins og segir, þetta heilsuleikskóli, það líka verið að huga því varðandi starfsmenn? Já, það til dæmis reynt að gera svona góða hluti bæði í aðstöðunni og varðandi til dæmis við erum með ókeypis í sundlaugina í Þelamerku og við erum ævilega svona þannig hugsandi að vera með hollan mat og erum duglegar við að auki að hittast og gleðjast saman. Það líka hluti af því að vera ánægðir í vinnu. En nú ekki bara þannig að það sé verið að byggja við, heldur líka verið að taka í gegn gamla húsnæðið, þannig að það í raun allt svæðið og allt húsið sem hefur verið undir í framkvæmdum hérna síðustu mánuðina. Hefur þetta ekki reynt á starfið? Jú, svona talsverð mikil vinna og auðvitað leikskóli viðkvæm stofnun og maður þarf að hyggja að mörgu, en þetta var vitað fyrirfram, við værum að fá enn betri aðstöðu og svo allir lögðust bara eitt og hugsuðu, þetta 5 mánuðir frá 1. mars til 1. ágúst og það gekk bara mjög vel. Allir mjög jákvæðir og frábærir iðnaðarmenn og ég er með sérlega gott starfsfólk og það voru allir að róa í sömu átt og þá gengur þetta vel. Það verður þá væntanlega ljúft að vera laus við háaða núna og geta bara farið að taka við starfinu, nýtt húsnæði og fullur leikskóli? Já, okkur hlakkar mjög til að láta á það reyna. Nýja húsnæðið og nýta nýja möguleika í því. Ég vil þá ekki keyra þetta með líka! Í sóginum við búum mörg og margt að vera og margar sögur verða til tín. Við finnum okkur alltaf eitthvað gefandi að gera og gleymum okkur sólskinið í. Við búum hans og greta og 3 litlir grísir sem dreymir að verða svo svín. Og rauðartal sem svo fín og langmest hana físir í að færa öllum bakkelsi og vín. En svo einn íbúi sem heldur okkur Þá passlega komið tími á smá auglýsingahlé svo við getum fengið með sopa þessu kakó að það verður kalt. Já, við fylgdumst með í upphafi þáttar þegar að fyrsta skóflustungan var tekin að nýju hverfi í Hörgársveit. Núna ætlum við að fylgja sögunni eftir. Þar rísa húsin hvert á fætur öðru. Þann 1. mars á þessu ári fylgdumst við með því þegar fyrsta skóflustungan að nýju hverfi í Hörgársveit var tekin. Nú 7 mánuðum seinna þetta nýja hverfi farið að taka á sig nokkuð góða mynd. Húsin rísa hratt og stefnan sett á að fyrstu íbúar flytji þangað inn fyrir áramót. Í fyrsta áfangi þetta 13 lóðir með fyrir svona 50 íbúðir cirka og síðan hefur við ákveðið að vinda okkur strax í hönnun á öðrum áfanga sem svona svipað. Þannig að við erum að tala hér í Reynihlíð og Víðihlíð sem þessar götur hér að verði svona 100 íbúðir þegar þetta verður fullbyggt. Og hvernig, þetta nú mikil fjölgun og hlutfallslega mikil fjölgun hérna í Hörgársveit, hvernig sveitarfélagið tilbúið til að taka á móti þessari fjölgun? Við erum bara þokkalega vel tilbúin í það. Skólinn okkar rúmar alveg þokkalega það sem verður viðbót. Við þurfum ekki að fara í viðbyggingar þar, en einhverja lagfæringar auðvitað þurfum við að gera, en við erum tilbúin að taka við fleiri nemendur þar inn. Nú, leikskólinn hins vegar, hann fullsetinn, þó svo að við höfum bætt við tölvöru húsnæði núna á þessu ári, en við förum strax á næsta ári í næstu viðbyggingu, þannig að við verðum tilbúin að taka þar við líka börnum í leikskóla. Þannig að við erum ágætlega sett með innviði til þess að taka við þessari fjölgun.
Já, jarðveginn þarf að undirbúa vel áður en hægt að ráðast í framkvæmdir og uppbyggingu. Það ekki nóg að sú jarðvegsvinna sé einungis unnin inn á byggingasvæðinu sjálfu, heldur teygir hún anga sína út í samfélagið allt, svo það í mörg horn að líta. Já, það vissulega, en ég hef nú líka sagt að þegar við fórum á stað með þetta hverfi hér að það var það góða að við vorum búin að undirbúa okkur töluvert vel. Þetta var búið að taka nokkur ár. Við vorum búin að vinna góða undirbúningsvinnu, til dæmis varðandi fráveitumálin sem voru alls ekkert í lagi hérna hjá okkur. Við sömdum við Norðurorku þau mál, fengum þar mjög sterkan aðila með okkur sem sérfræðir í þeim málum og við vorum búin að leysa kannski vandamálin áður og kannski komið að því beint og vorum búin að undirbúa þetta ágætlega. Hvernig gengur að selja þessa fyrstu íbúðir sem að rísa hérna núna? Já, það búið að selja af þessum 12 sem hér að rísa í þessum parhúsum, það búið að selja 10. Þannig að það nú bara nokkuð gott hlutfall og síðan að koma hér raðhús sem verið byggt mun rísa núna á næstu dögum hérna í október og þar að sem skilst búið að selja helminginn af þeim 6 íbúðum sem þá verða komin á markaðinn. Nú ég reikna með að á næsta ári þá bætist við allavega 12 raðhúsaíbúðir og vonandi 6 íbúðir í fjölbýlishúsi líka sem hefur verið byrjað á hér. Þannig að það bara góðu gangur í þessu og þessu hefur verið geysilega vel tekið. En samsetningin á hverfinu, þetta ekki bara einhver ákveðin típa af húsum, þetta alls konar stærðir af íbúðum? Já, hérna í Skógahlíðinni sem hluti af þessu hverfi, sem eldri hlutin af hverfinu, að þar eru fyrst og fremst einbýlishús og nær eingöngu. Og hins vegar hér, þá verður þetta blandað saman, raðhúsum, parhúsum og fjölbýlishúsum. Svona smærri fjölbýlishúsum, kannski 6 til 8 íbúðir í hverju húsi eða eitthvað svoleiðis. Og þetta verktaki hérna á svæðinu, þetta eru einingar íslenskar og hver teiknar húsin? Þessi hús hér teiknaði hann Steinmar og þetta verktaki hér sem hérna á svæðinu sem byggir þetta og einingarnar koma úr Borgarnesi á þessum íbúðum. Og síðan eru verktakar sem hér á svæðinu líka sem að byggja bæði hérna raðhúsin og fjölbýlishúsin. Það verktaki sem hérna staðsettur í sveitarfélaginu sem að byggja fjölbýlishúsin og verktaki hérna innan Akureyri sem að fara að byggja þessi raðhús. Stóri, við horfum fram á veginn hérna í Hörgársveit. Hvernig líta næstu árin út? Nú við auðvitað sjáum fram á töluvert mikla íbúafjölgun og það náttúrulega kannski fyrst og fremst hér en það reyndar víðar í sveitarfélaginu. Nú það hefur verið töluvert fjölgun. Okkur fjölgaði núna á síðustu 18 mánuðum hefur verið fjölgað 45 íbúa sem 8% fjölgun sem auðvitað töluvert umfram landsmeðaltal. Og við sjáum hér á allra næstu árum fjölgun hér í þessu hverfi. Nú fullbyggt hverfi hér með cirka 90 til 100 íbúðum eru einhverjir 300 íbúar eitthvað svoleiðis. Við erum 627 í dag, þannig að við verðum þá, ef þetta gengur allt eftir, komin yfir 900 íbúa innan mjög fárra ára. Það glæsileg fjölgun. Það mikil fjölgun og við stefnum á það bara. Og erum bara að setja okkur í þar stellingar að geta tekið við því. Hérna að lokum kominn tími til þess að kæla sig aðeins niður og skella sér í sund. Sumarið þó ekki á næsta leiti eins og segir í kynningunni en síðan hvenær hefur það einhvern tíma stoppað einhvern við að fara í sund. Það bara ennþá betra að fara í heitan pott í köldu veðri. Sólin farin að skína og sumarið á næsta leiti. Það þýðir bara eitt, sundlaugatímabilið að hefjast. Við tókum því forskot á sæluna og hoppuðum í sund á Þelamörk í Hörgársveit. En það var ekki aðeins heitt í veðri og heitt vatn í heitupottunum heldur líka í sundlauginni sjálfri, sem einmitt það sem gefur henni sérstöðu. Þetta mjög barnvæn sundlaug og barnvænt svæði. Sundlaugin svona 32-3 og eins og núna það 34 gráður sko. Börnin verða ekkert kalt í henni sko. Svo líka að aukast aðeins hjá okkur og örugglega á eftir að gera meira. Það að fólk að koma að fljóta hérna í lauginni. Og það mjög, maður heyrt á fólki að það mjög gott að fljóta hérna í lauginni. Það ekki einmitt hitinn sem gerir það? Jú, það hitinn. Hérna liggur bara og þeir eru aldrei kalt sko. En skólasund hérna, það fer fram hérna líka? Já, það svona. Hérna, það reyndar krakkarnir hérna, þeim finnst, ef þeir fara í aðra laugar sem eru 28-9, sem svona kannski í vaninn, þeim finnst það bara skítkalt sko. Það og góðu vön sko. En túristum og útlendingum, finnst þeim þetta ekki hreinlega bara eins og heitupottur þá að koma í sundlauga? Jú, eins og allir vita sem hafa farið til útlanda í sunda, það eru skítkalda laugar þar sko. Svo koma það hérna og þetta bara heitupotturinn sko.
Sundlaugin á Þelamörk var byggð á árinu 1943 til 45 af ungmennafélögunum í nágrenninu og nefnd Jónasarlaug til heiðurs Jónasi Hallgrímssyni, en ljóðum hann má sjá víðsvegar á Sundlaugabakkanum. Já, og svo náttúrulega útsýnið. Þessi laug hefur oft komið svona á vinsældalistum, verið í topp 10 á landinu. Þannig að það er mjög þægileg laug. Þetta hérna bara rétt við Akureyri líka. Þetta ekki nema kannski einhverja 12-13 mínútur að keyra. Já, absolutt. Þannig að þegar maður er þar, kemur þá kannski ferðamaður, þá er ekki langt að fara. Þetta ekki vegalindi sem að menn tala einu sinni innanbæjar á Höfuðborgarsvæðinu. Nei, og hérna raun og veru bara góður rúndur, bara mjög góður rúndur. Þetta er malbygg og allt, ekki þessin. Finnur fyrir því að fólk frá Akureyri sé mikið að sækja laugina? Já, við erum bara með mikið af fastagestum sem að kaupa árskort jafnvel eða 10 tíma kort og koma hérna. Margir koma daglega njóta þess að vera hér. Hún er opin tiltölulega lengi. Er þetta ekki vinsælt líka fyrir unglinga og svona pör og slík sem að koma á kvöldin? Jú. Svona oft á sunnudagskvöldum til dæmis. Það er svona rómantík í loftinu. Já, ástin blómstrar hér á sunnudagskvöldunum. Já, ástin blómstrar. Já, ástin svífur hér yfir vötnum og þarf kannski engan að undra, en er hér ákaflega gott að koma til að kúpla sig út úr daglegu amstri. Þetta ættu íbúar sveitafélagsins að þekkja betur en flestir, enda fá þeir frítt í sund. Já, þeir fá áskort, sækja bara áskort og fá það og nýta sér það mjög vel. Flestir allavega. Það ekki mörg sveitarfélög sem að bjóða upp á þetta. Þetta er ákveðin lífsgæði. Já, ég veit ekki neitt sko, en maður þorir ekki að segja, en þetta eru lífsgæði og þetta er bara munur. Og hérna líka, það er íþróttamiðstöðin. Hérna koma hópar, eru í boltatímum og hver eru helst að sækja íþróttahúsið? Það er þessi kallaði bumbubolti, mikið. Fótbolti, svo eru líka körfubolti. Og svo er aðeins að færast í aukinu núna að blak, koma blak. Það er svona að vakna áhuga á blaki hérna líka. Góðu blakvöldur líka. Og svo afmælisveislur? Afmælisveislur eru vinsælar um helgar. Og þá ert að fá, þú getur komið hérna í sund eftir bumbubolta líka og komið í kaldakerið og fyrir svona gamla skrokka, þá er þetta nú ágætis rúndur hérna út á sundlaugarsvæðið eftir boltan. Já, mjög góð rúndur sko. Ég sjálfur reynsla því að fara í kaldakerið, það er bara mjög gott fyrir svona bumbur eins og mig og maður er betri. Það eru komið 70 ár síðan að Jónasarlaug var fyrst tekin í notkun, en staðsetning laugarinnar og uppbyggingin í kring er engin tilviljun. Hérna er nefnilega heita vatnið. Já, hérna erum við að fá heitt vatn, bara nánast undir okkur á 90 gráður sem við nýtum í að kynna upp sundlaugar. Þetta er náttúrulega náttúrulegt, þetta er ákveðin hringrás. Hér kemur heita vatnið inn og það er nýtt til að hita laugarnar og síðan fer það áfram og er áfram nýtt. Já, Akureyringar fá sem sagt affallið hjá okkur sko. Eða ekki affall, bara fá heita vatnið. Já, fá varman og hita. Já, varman og hita. Þannig að það er bæði Akureyringar að koma hingað til þess að hlýja sér og svo sjáum þau að hlýja Akureyringar þegar þeir eru komnir heim. Já, akkurat, þá erum við búin að leggja vinnu í að kæla vatnið niður fyrir þá. En þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti. Við erum búin að fylgjast með uppbyggingunni í Hörgársveit allt frá því að fyrstu skóflustungur voru teknar í mars og þangað til að hús voru farin að rísa núna seinna á árinu. Að lokum skelltu okkur svo í sund eins og maður gerir hérna á Íslandi. Ég þakka fyrir í þessum þætti, sjáumst í næstu viku.